Suð einkaþotunnar var lágt, stöðugt, næstum róandi. En inni í klefanum var andrúmsloftið allt annað en rólegt. Ljúf leðursæti, fágað mahóníborð og kældar kampavínsflöskur máluðu mynd af glæsileika og krafti. Samt fyrir Emily Carter, sem sat í ysta horni með hendurnar sem hylja 6 mánaða óléttu kviðin, fannst þessi lúksus eins og búr. Hjarta hennar sló, augun sviðnuðu og hvert hljóð frá ganginum skarst dýpra inn í sál hennar. Eiginmaður hennar, Adrian Carter, hallaði sér þægilega aftur á baki í einu af stóru sætunum með viskiglas í hendinni. Bindið hans var losað, brosið ljúft, hláturinn fyllti káetuna. Við hliðina á honum, skreytt í glitrandi silfurkjól sem skildi lítið eftir ímyndunaraflinu, sat Vanessa Moore, elskugi hans. Snirtilegir fingurnir hennar hvíldu djarflega á handlegg Adrian, rauðar varir hennar straust að eyra hans þegar hún hvíslaði einhverju sem fékk hann til að öskra af hlátri. Þetta var ekki bara nánd. Þetta var opinber sýning sem ætlað var að niðurlægja. Emily fann hvert par af augum flakka á milli hennar og hjónana yfir klefan. Nokkrir viðskiptafélagar, 2 áberandi fjárfestar og jafnvel flugfreyjurnar höfðu neyðst til að verða vitni að ljótu atriðinu. Allir vissu að Adrian var giftur. Allir vissu að hún var konan hans. Og samt, hér var hann og flaggaði húsmóður sinni fyrir þeim eins og hún væri ekki einu sinni til. Hún blikkaði snöggt og vildi sjálf ekki gráta. Að gráta myndi bara gera það verra. Að gráta myndi veita Vanessu þá ánægju sem hún greinilega vildi. Vegna þess að Vanessa var ekki lúmsk. Í hvert skipti sem hún hallaði sér nær Adrian, skaut hún sigri hrósandi augnaráði á Emily, eins og köttur að leika sér að særðum fugli. Hlátur hennar var skarpur, skelfilegur og skerandi. Emily færðist óþægilega til í sætinu og fann að barnið hreyfðist undir rifbeinunum. Hún hvíslaði undir öndinni, það er allt í lagi, elskan. Mamma er hér. Það verður allt í lagi með okkur, en innst inni trúði hún ekki orðum sínum. Henni fannst hún vera föst. Föst í hjónabandi sem var orðið að martröð. Föst í þotu þar sem hún gat ekki sloppið. Föst í niðurlægingu sem skar hana dýpra en nokkurt blað gat. Adrian lyfti glasinu sínu í fagnaðarlátum og sneri höfðinu nógu mikið til að horfa á hana. Vertu hress, Emily, sagði hann hátt og rödd hans drýpur af kaldhæðni. Þú ættir að vera ánægður. Það fá ekki allir að fljúga til Parísar á svona þotu. Þú ættir að prófa að brosa. Þú lítur ömgunarverð út. Herbergið hló vandræðalega. Fjárfestarnir skiptust á augum, sumir skammast sín, sumir skemmtu sér. Emily roðnaði af hita í kinnum en hún svaraði ekki. Hún hafði lært fyrir löngu að það gerði illt verra að svara Adrian opinberlega. Hann lifði af sársauka hennar. Hann naut þess að sýna heiminum hversu lítið hún skipti hann máli núna. Vanessa hallaði sér að honum og ilmvatn hennar fyllti loftið. Hún er bara afbrýðisöm, elskan, raulaði hún, nógu hátt til að allir gætu heyrt. Það geta ekki allar konur haldi manni eins og þér. Svo hallaði hún höfðinu aftur og hló, grimmur, sigurhlátur sem snerist í gegnum brjóst Emily. Fingur Emily hertust á handleggnum. Barnið sparkaði aftur, eins og það skynjaði neyð hennar. Eitt augnablik hélt hún að hún gæti hrunið. Niðurlægingin var óbærileg, en það voru svikin sem splundruðu hana. Einu sinni var Adrian maðurinn sem hún treysti fyrir lífi sínu, maðurinn sem lofaði að elska hana í gegnum hvert storm. Þotan lenti í ókyrrðarvasa og hristi farþegana. Vanessa öskraði glettnislega og greip í handlegg Adrian á meðan hann hló og hughreysti hana. Emily festi sig með annarri hendi á maganum. Kaldhæðnin var ekki týnd hjá henni. Eiginmaður hennar gat huggað húsmóður sína, en hann hafði aldrei einu sinni spurt hana hvort henni liði vel á þessari meðgöngu. Þögnin sem fylgdi ókyrðinni var þung. Emily reyndi að einbeita sér að suðinu í vélunum, á öndunina, að öllu sem myndi koma í veg fyrir að hún bilaði fyrir framan þetta fólk. En svo hljómaði rödd Vanessu aftur, hvöss eins og hnífur. Þegar segðu mér, Emily, hló hún og sneri höfðinu viljandi. Vilt þú einhver tíma hvers vegna hann valdi mig? Af hverju hann kýs fyrirtæki mitt í stað þitt? Spurningin hékk eins og reykur í loftinu. Adrian brosti, tók annan sopa af drykknum sínum, ekki einu sinni að reyna að verja konu sína. Fjárfestarnir halluðu sér fram, óþægilegir en forvitnir. Emily kyngdi fast, hálsinn stífur. Hún vildi öskra, gráta, krefjast virðingar, en orðin festust í brjósti hennar. Hún sat frosinn, þögn hennar nærði aðeins grimmd þeirra. Vanessa hallaði sér nær, augu hennar glitra af ilsku. Þetta er í rauninni einfalt. Sumum konum er ætlað að vera dáð, þykja vænt þær, eftirsóttar, hún hallaði höfði sínu blíðlega. Og aðrir, jæja, þeim er bara ætlað að gleymast. Skálinn gaus upp í mjúkum hlátri, hljóðlátum hvíslum og smellandi glösum.
Augu Emily voru óskýr af tárum sem hún neitaði að láta falla. Hún sneri augnaráði sínu að litla sporöskjulaga glugganum, næturhiminninn teygði sig endalaust fyrir utan. Stjörnur bliku dauflega og hættu hana með fjarlægð sinni. Maginn krullaði, hjarta verkjaði og á því augnabliki áttaði hún sig á því að hún var algjörlega ein. Adrienne hafði yfirgefið hana tilfinningalega löngu fyrir þessa nótt og nú var hann að svipta hana reisn fyrir framan heiminn. En það sem hún áttaði sig ekki á, það sem enginn áttaði sig á, var að einhver annar hafði horft á, einhver sem hafði þagað, svipurinn hans ólæsilegur, glasið hans ósnortið. Alexander Carter, eldri bróðir Adrienne, sat lengst í klefanum, milljarðamæringur í sjálfu sér. Hann hafði byggt upp heimsveldi af þeirri nákvæmni og aga sem Adrienne hafði aldrei haft. Nærvera hans var kraftmikil, valdsöm, en þó afturhaldssöm. Ólíkt Adrienne þurfti hann ekki að flagga auði sínum eða sjarma. Hann var einfaldlega til og herbergið laut að þyngdarafl hans. Allt kvöldið hafði Alexander ekki sagt orð. Hann hafði fylgst rólega með, skarp augu hans vantaði ekkert. Grimmdin, niðurlægingin, spottið. Nú, þegar hlátur Vanessu bergmálaði aftur og axlir Emily skulfu af þögulli örvæntingu, kjálki hans herðist, hnúar hans hvítnuðu í kringum glastilfinn. Í fyrsta skipti hallaði hann sér fram, rödd hans skarst eins og stál í gegnum klefan. Það nóg. Hláturinn dó samstundis. Öll augu beindust að honum. Adrienne fraus, brosið rann af andliti hans. Vanessa blikkaði, málaðar varir hennar skildu af skelfingu. Og Emily, stóreygð, horfði upp á mannin sem hún hafði varla þorað að viðurkenna fyrr en nú. Því það sem Alexander ætlaði að gera myndi breyta öllu. Þögnin sem fylgdi orðum Alexanders var heyrnarlaus. Einkaþotan, sem eitt sinn fylltist hlátri og hroka, fannst hún nú kaldari, þéttari, næstum því að kafna. Allir sneru sér til hans og horfðu á hann, undrun þeirra skýr. Adrienne færðist óþægilega til í sæti sínu, fastur á milli pirringar og vanlíðan. Örugt bros Vanessu dró úr sér, fullkomlega snirtir neglurnar hennar slógu taugaveiklaðar á brún glassins. Emily sat frosin, með stór augu hennar beint að Alexander. Eitt augnablik, bara stutta, hverfula stund, fannst henni eins og einhver hefði loksins séð hana, séð niðurlæginguna, grimmdina, hljóðlátu þjáninguna. En sú stund viðkvæmrar léttir var skammvinn. Adrienne hló þurran og hristi höfuðið. Komdu, Alex, hló hann og lyfti glasinu í átt að bróður sínum. Ekki segja mér að þú sért að taka málstað hennar. Hún er konan mín, ekki þín. Ef ég vil grínast með hana, þá geri ég það. Brandari. Rödd Alexanders var róleg. Hættulega rólegur. Þetta hljómaði ekki eins og grín fyrir mér. Augu Adrienne þrengdust, en í stað þess að svara hallaði hann sér aftur í sætinu og lét sem honum væri sama. Vanessa var hins vegar ekki tilbúin að draga sig í hlé. Hún hallaði sér fram, rödd hennar drýpur af sýndarsamkennd. Í hreinskilni sagt, Alexander, þú ættir ekki að eyða áhyggjum þínum. Sumar konur vita bara ekki hvernig á að halda eiginmönnum sínum ánægðum. Emily hafði tækifærið sitt. Nú er röðin komin að mér. Orðin snerust í gegnum klefan eins og gler. Emily hrökk við og hendur hennar tóku ósjálfrátt magann. Hiti kom upp í andlit hennar, niðurlæging hennar varð óbærileg. Hún vildi hverfa út í loftið, en hún gat það ekki. Hún var föst í þessu fljúgandi fangelsi, neitt til að hlusta þegar konan sem eiginmaður hennar fór í skrúðgöngu við hlið hans gerði gís að tilveru hennar. Adrienne hló og skemmti sér greinilega. Það er rétt hjá Vanessa, Emily, þig hefur vantað. Ég á meira skilið. Ég á skilið konu sem skilur mig, sem dregur mig ekki niður með skapsveiflum sínum og kröfum. Hann benti á Vanessu með blíðu brosi. Þess vegna er hún hér. Hún lætur mér finnast ég vera á lífi. Andköf runnu í gegnum farþegarýmið. Jafnvel fjárfestar færðu sig óþægilega til í sætum sínum. Þetta var ekki lengur bara slúður. Það var grimmt afhent með áhorfendum. Brjóst Emily herðist. Hún beit svo fast í varirnar að hún smakkaði blóð og barðist við grátinn sem klóraði í hálsin á henni. En áður en hún gat svarað, stóð Vanessa. Hælsmellurinn á fáuðu gólfinu ómaði eins og niðurtalning. Hún gekk yfir þrönga ganginn og stoppaði fyrir framan sæti Emily. Við skulum vera heiðarleg, hló Vanessa og lagði handleggina yfir brjóstið. Horfðu á þig, þar sem þú situr eins og sært dýr, felur sig á bak við magan þinn. Heldurðu að samúðin haldi manni? Heldurðu að þungun geri þig sérstakan? Konur verða óléttar á hverjum degi. Andardráttur Emily hneigðist, hendur hennar þrengdust yfir magan, eins og hún væri að verja ófætt barn sitt fyrir eitrinu sem leki úr munni þessarar konu. Vanessa beygði sig niður, andlit hennar var allt frá Emily. Ilmvatnið hennar var yfirþyrmandi, skarpt og ógeðslegt.
Rödd hennar féll í hvísli sem ætlað var að stinga dýpra. Hann elskar þig ekki lengur. Hann mun aldrei gera það. Þú ert ekkert nema þyngd. Síðan í einni snöggri, átakanlegum hreyfingu, skaust hönd Vanessu út. Hún greip hnefann af hárinu á Emily og togaði. Emily andvarpaði, sársaukaggrátur rifnaði úr hálsi hennar þegar höfuðið sleit aftur. Skyndilegt höggið henti henni næstum úr sætinu. Skelfing barst líkama hennar, hjartað sló í gegn, handleggirnir vöfðust ósjálfrátt kviðinn til að vernda barnið hennar. Skálinn gaus. Gapar, hróp, stólaskrapa við gólfið. Einn fjárfestanna hálf reis úr sæti sínu í áfalli. Flugfreyjan missti flöskuna sem hún hélt á og gler splundraðist gólfið. En hæsta hljóðið var hlátur Adrien. Hann hreyfði sig ekki til að stöðva Vanessu. Hann verndaði ekki barnshafandi konu sína. Þess í stað hallaði hann sér aftur á bak í stólnum sínum, glotti og naut sjónaspilsins eins og það væri skemmtun. Farðu varlega, Vanessa, sagði hann og brosti. Ekki meiða hana of mikið. Hún er viðkvæm. Tár Emily óskýrðu sjón hennar þegar sársauki brann yfir hársvörð hennar. Niðurlæging hennar var algjör. Eiginmaður hennar hafði leyft húsmóður sinni að leggja hendur á hana, á barnshafandi konu sína, og í stað þess að hætta því hvatti hann til þess. Brjóst hennar lyftist. Rödd hennar sprakk þegar hún hvíslaði, Adrien, vinsamlegast. En bón hennar drukknaði í hlátri Vanessu, grimm og sigursæl. Sjáðu til, jafnvel hún veit að hún er máttlaus. Hún getur ekki barist við mig. Hún getur ekki barist við neitt. Allur líkami Emily skalf, reisn hennar var tætt. Hún fann þungan af hverju pari augna á sér, dæmandi, umgunarverður, spotti. Hún vildi öskra, berjast á móti, en óttinn við að skaða barnið hennar hélt henni frosin. Það eina sem hún gat gert var að þola niðurlæginguna, hjarta hennar brotnaði með hverri sekundu. Það var Alexander sem flutti fyrstur. Stóllinn hans skafaðist skyndilega tilbaka sem þaggaði niður í káetunni. Hann fór yfir ganginn í 2 löngum skrefum, nærvera hans svo valdsöm að tök Vanessu biluðu. Hann greip úlnlið hennar með styrk sem fékk hana til að anda og neyddi hana til að losa hárið á Emily. Það er nóg, sagði hann, rödd hans eins og ís, augnaráð hans festi Vanessu á sinn stað, hugrekki hennar hrundi undan þunga yfirvalds hans. Snertu hana aftur, og þú munt sjá eftir því. Vanessa hrökk við, nuddaði úlnliðinn, augu hennar leiftra af ótta og heift. Bros Adrien hvarf og órólegur flökti kom í staði. Eitt sinn virtist hann átta sig á því að bróðir hans ætlaði ekki að hunsa hegðun hans. Emily sat skjálfandi í sætinu, með hárið illa farið, kinnarnar blautar af tárum. Brjóst hennar reis upp og féll með tötruðum andardrætti. Hún leit upp á Alexander, áfall og þakklæti blandast saman í augnaráði hennar. Enginn hafði nokkur tíma staðið svona upp fyrir hana. Ekki síðan hjónaband hennar fór að hrynja. Alexander horfði ekki beint á hana, en tón hans mildaðist aðeins. Þú ert öruggur núna, sagði hann lágt og sneri síðan stálinu sínu aftur að Adrien. Þú hefur viðbjóð á mér, sagði hann blátt áfram. Þú lést aðra konu ráðast á barnshafandi konu þína og þú hlóst. Hefurðu hugmynd hvers konar mann það gerir þig? Skálinn var þögull. Adrien opnaði munnin, en engin orð komu. Hroki hans fór að halla undan fæti. Tár Emily hægðu á sér, en verkurinn í brjósti hennar jókst aðeins. Hún hafði verið niðurlægð, næstum niðurbrotin. Og samt, á þeirri stundu, hrærðist fræ af einhverju ókunnugu innra með henni. Það var ekki von, ekki enn. En það var daufasta hvíslum styrk, því í fyrsta skipti hafði einhver séð sársauka hennar og neitaði að láta hann halda áfram. Og hún gat ekki vikið frá þeirri tilfinningu að þessi nótt væri aðeins byrjunin á því sem koma skildi. Farþegarými þotunar leið eins og réttasalur, hvert auga horfði á háa, glæsilega mynd Alexanders Carters. Nærvera hans fyllti herbergið og gleypti sjálfsgleðina sem hafði verið viðvarandi aðeins augnablikum áður. Þar sem Adrien þrifaðist á ódýrum hlátri og grimmum leikjum bar Alexander eitthvað þyngra, yfirvald sem þæði niður í fólki án þess að hann hækkaði röddina. Emily sat krökkt í sætinu sínu, hárið laust eftir árás Vanessu, líka með hennar skalf þegar hún þrýsti verndandi magann. Enn glitraði tár á kinnar hennar, en hún var ekki lengur alveg ein. Í fyrsta skipti í mörg ár hafði einhver stigið á milli hennar og kvalara hennar. Hún gat varla andað þegar hún reyndi að vinna úr því sem hafði gerst. Vanessa hafði bakkað, bravúr hennar klikkaði. Málarvarir hennar slitnuðu þegar hún reyndi að tala, en ekkert hljóð kom út. Hún hafði vanmetið Alexander. Allir höfðu. Augnaráð Alexander sveif yfir herbergið, hægt og yfirvegað. Það sem þið öll urðu vitni að, sagði hann jafnt og þétt, þeir var ekki bara skammalegt, það var glæpsamlegt. Fjárfestar færðu sig óþægilega til í sætum sínum.
Þetta voru menn vanir valdaleikjum, að horfa á auðæfi hækka og falla eins og teningar í leik. En jafnvel þeir gátu ekki hunsað þunga orða hans. Rödd hans bar eitthvað sem krafðist hlýðni, eins og hamra sem sló niður. Adrian neyddist til að hlæja, þó að augu hans sýndu óróleika. Ó, komdu, Alex. Ekki gera þetta að einhverju sem það er ekki. Við skemmtum okkur. Emily er of viðkvæm. Vanessa lét bara fara í taugarnar á sér. Engin skaði skeður. Engin skaði skeður. Augu Alexanders minnkaði, kjálkinn spenntist. Hún ber barnið þitt, Adrian. Skilurðu jafnvel hvað það þýðir? Rödd hans skerptist og snerist í gegnum loftið. Þessi kona er konan þín, móðir ófædds barns þíns, og þú sast þarna og hló meðan húsfreyja þín réðst á hana. Orðið í húsfreyja hékk í loftinu, dónalegt og hrátt. Vanessa hrökk við. Andlit Adrian dökknaði. Í fyrsta skipti læddist skömmin yfir svip hans, þó hann reyndi fljótt að hylja hana með hroka. Þú ert að bregðast við, sagði Adrian. Þetta er á milli mín og konunar minnar. Vertu frá því. Nei, svaraði Alexander, rödd hans lág en ákveðin. Það hætti að vera bara á milli þín og hennar leið og þú dróst reisn hennar í gegnum leðjuna fyrir framan öll þessi vitni. Þú niðurlæðir hana, Adrian, og í framhaldinu niðurlæðir þú þessa fjölskyldu. Fjárfestar skiptust á útliti. Carter-nafnið bar þungt í hverju horni heimsins. Að bletta það svo opinberlega var hættulegt, kæruleysi. Emily kyngdi fast og hjartað sló. Henni hafði alltaf þótt Alexander fjarlægur, ósnertanlegur, áhugalaus tilveru sína. En nú þegar hún heyrði hann tala, áttaði hún sig á því að hann hafði fylgst með allan tíman, horft á og dæmt í hljóði grimmdina sem hún mátti þola. Skap Adrian blossaði upp. Hann stóð snögglega, glasið hann skellti á borðið, gulbrún vökvi helltist yfir fágaðan viðinn. Ekki þóra þú að kenna mér. Þú heldur að þú sért betri en ég vegna þess að þú byggðir nokkur fyrirtæki og lætur pressuna borða þig úr hendinni. Þú hefur aldrei verið giftur. Þú veist ekki hvernig það er. Alexander reis líka, hávaxinn ramma hans dvergaði yngri bróður hans. Andstæðan á milli þeirra var áberandi, örvænting Adrian gegn óhaganlegu æðruleysi Alexanders. Ég er kannski ekki giftur, sagði Alexander, rödd hans róleg en stálslegin. En ég veit hvað það þýðir að vera karlmaður og maður verndar fjölskyldu sína. Maður yfirgefur ekki konu sína. Maður hlær ekki á meðan ráðist er á konuna sem ber barnið hans. Þögn lagði yfir klefan. Enginn þorði að hreyfa sig. Fjárfestarnir horfðu. Flugfreyjan stóð frosinn og andardráttur Emily kom í grunnum hlaupum þegar hún þrýsti kviðinn fastar. Vanessa reyndi að jafna sig og steig fram með broslegum hlátri. Þetta er fáránlegt. Adrian þarf ekki að hlusta á þig. Hann er sinn eigin maður. Hann þarf ekki að stóri bróðir hans segi honum hvernig hann eigi að höndla hjónaband sitt. Alexander sneri höfðinu hægt og festi hana með glampa svo snörpum að hún hrasaði tilbaka. Þú átt ekki heima hérna, sagði hann kuldalega. Þú ert ekkert annað en sníkjudýr, næri veikleika hans. Þessi flugvél er fyrir fjölskyldu, fyrirtæki og arfleifð. Þú ert ekkert af þessum hlutum. Vanessu roðnaði í kinnum, varir hennar titruðu þegar sjálfstraust hennar gufaði upp. Eitt sinn hafði hún engin snjöll andmæli. Adrian teygði sig í handlegg hennar og reyndi að halda henni stöðugri, en næstu orð Alexander skáru í gegnum klefan eins og blað. Emily verður eftir, sagði hann. Þú ferð. Andköf fyllti herbergið. Vanessa stari a anni losti. Hvað? Þú getur ekki bara. Ég get, truflaði Alexander, rödd hans eins og þruma. Og ég mun. Carter-nafnið hefur staðið fyrir völd, reisn og tryggð. Þú hefur dregið það nógu lengi í gegnum óhreinindi. Andlit Adrian roðnaði. Þú getur ekki tekið ákvarðanir fyrir mig. Ég er ekki barn fyrir þig að stjórna. Augu Alexander harðnuðu. Þú hefur þegar sannað að þú ert engin karlmaður. Ef þú væri það, þá myndir þú ekki vera hér að flagga húsmóður þinni á meðan ólétt konan þín grætur í hljóði. Tár Emily runnu aftur, en í þetta skiptið voru þau öðruvísi. Þau voru ekki bara sársaukatár. Þeir voru tár af einhverju nýju. Henni fannst hún sjá, vernduð. Í mörg ár hafði hún þolað grimmd Adrian ein. Og nú hafði einhver staðið upp fyrir henni fyrir framan alla. Hönd hennar skalf þegar hún strauk tár af kinninni og hvíslaði næstum óheyrilega, þakka þér fyrir. Alexander heyrði. Augnaráð hans leit til hennar í stuttu sekundu, mildaðist áður en hann sneri aftur til Adrian. Þetta endar í kvöld, sagði hann ákveðinn. Þegar við lendum munum við eiga mjög alvarlegar samræður afleiðingar. En í bili, hækkaði rödd hans og stjórnaði herberginu, ekki annað orð gegn henni. Skilurðu það? Enginn þorði að deila.
Ekki Adrienne, ekki Vanessa, ekki einu sinni fjárfestarnir sem höfðu byggt upp auð sinn á árekstrum. Skálinn var þungur af spennu, hver andardráttur þykkur af ósögðum sannleika. Adrienne hneig aftur í sæti sitt, kjálkinn krepptur, stoltið sært, en krafturinn minnkaði. Vanessa sat við hliðina á honum, föl og skjálfandi, klærnar daufar. Emily hallaði sér hægt aftur, hjartað sló, líkaminn skalf. Í fyrsta skipti í því sem leið eins og eilífð var hún ekki að drukkna ein. En fyrir neðan viðkvæman léttir kraumaði annar ótti. Því ef Alexander hefði stigið inn núna, hvað vissi hann annars? Og hvað myndi gerast þegar öll falin sannindi komu loksins í ljós? Því eitt var víst. Þetta var aðeins byrjunin á falli Adrienne Carter. Einkaþotan var enn á lofti, en það fannst eins og jörðin hefði þegar færst undir fótum allra. Andrúmsloftið var þykkt, kæfandi og hlaðið spennu. Sérhver farþegi, fjárfestar, flugþjónar, jafnvel flugmennirnir á bak við flugstjórnarklefan, vissu að þeir voru vitni að einhverju sem þeir myndu aldrei gleyma. Alexander Carter stóð í miðju alls, gnæfði yfir yngri bróður sínum með ró sem geislaði af meiri krafti en hávær hroki Adriens nokkur tíma gat. Orð hans ómuðu enn í þögninni. Þetta endar í kvöld. Emily sat hljóðlega, hendur hennar titruðu enn yfir kviðnum. Líkami hennar verkjaði af tóginu í hárinu. Andlit hennar brann af niðurlægingu, en í fyrsta skipti í mörg ár fann hún fyrir daufum hræringum öryggis. Nærvera Alexanders var eins og veggur á milli hennar og grimdarinnar sem hafði næstum brotið hana. Adrienne var hins vegar ekki búinn. Hann beygði sig fram, svipur hans snúinn af gremju. Ekki halda að þú getur niðurlægt mig svona, Alex. Þú gætir verið hinn svokallaði gullbróðir, milljarðamæringurinn með hina fullkomnu ímynd, en ég hef byggt upp mitt eigið líf. Þú stjórnar mér ekki. Augu Alexanders minnkaði aðeins, en röddin var jöfn. Nei, Adrienne, þú stjórnar þér ekki og það er vandamálið. Hann sneri sér hægt, vísvitandi í átt af fjárfestunum sem sátu nálægt. Herrar mínir, þið hafið séð það með eigin augum. Þessi maður, sem segist vera fulltrúi Carternafsins, sem situr í stjórn verkefna okkar, stígur ástkonu sína fyrir framan ykkur á meðan hann er að niðurlægja eiginkonu sína, konu sem ber næsta erfingja fjölskyldu okkar. Treystir þú svona manni til að sjá peningana þína, samninga, sambönd þín? Fjárfestar stirðnuðu. Enginn þorði að tala, en svipriði þeirra sýndu óróleika. Þeir höfðu fjárfest ekki bara í Adrienne, heldur í Carter nafninu, og nú var nafni litað af kæruleysi hans. Andlit Adrienne var fölt, síðan rautt af reiði. Þú myndir ekki þora. Ég gerði það bara, klippti Alexander hann af sér. Rödd hans hækkaði örlítið og bar fullt vægi valds hans. Ég mun ekki leyfa þér að sverta það sem kynslóðir hafa byggt upp. Hegðun þín í kvöld er meira en persónuleg mistök. Þetta er til skammar fyrir þessa fjölskyldu, þetta fyrirtæki og þessa arfleifð. Vanessa hló og krosslagði hendurnar. Vinsamlegast, allir hérna vita að Adrienne er hinn raunverulegi sjarmör, ekki þú. Þú felur þig á bak við milljarðana þína, en Adrienne, hann veit hvernig á að vinna fólk. Þess vegna þarf hann ekki samþykki þitt. Augnaráð Alexanders snerist að henni, hvöss eins og blað. Þér skiljið að hagræðing sé þokki, og þú heldur að græðgi sé ást. Hvað nákvæmlega heldurðu að Adrienne hafi gefið þér, Vanessa? Nokkra kjóla, sæti á þessari þotu. Veistu hvað hann hefur tekið til að borga fyrir þá? Vanessa blikkaði, skyndilega óviss. Hvað ertu að tala um? Alexander teygði sig í skjalatöskuna sína, sem hafði hvílt við hlið hans. Hann dró upp mjóa möppu og hendi henni á borðið með snörpum látum. Fjárhagsgögn, sagði hann kuldalega. Uppdrættir, millifærslur, óviðkomandi eyðslureikningar, allt bundið við Adrienne Carter. 100.000 fluttu inn á hótel, skartgripi og afþreyingu. Flest af því með nafni þínu viðhengi. Fjárfestarnir halluðu sér fram og augun stækkuðu þegar þeir skannaðu skjöli. Mölur runnu í gegnum skálan. Adrienne hljóp til blaðana, andlit hans nýtt af skelfingu. Þetta eru einkamál. Þú hafðir engan rétt á. Ég hef fullan rétt á mér, truflaði Alexander og rödd hans dundraði. Ég varaði þig við fyrir mörgum mánuðum síðan, Adrienne. Ég sá misræmið. Ég sá kærulausu eyðsluna. Og ég gaf þér tækifæri til að leiðrétta það. Þess í stað tvöfaldaðirðu þig. Þú notaði peninga frá fyrirtækinu til að fjármagna mál þitt, til að halda þessari konu ánæðri á meðan konan þín sat heima ólétt og velti því fyrir þér hvar þú værir. Herbergið fraus. Svik Adrienne voru ekki lengur einkasynd, hvíslaði í skugganum. Það var staðreind, lagt undir ófyrirgefanlegu ljósi sönnunargagna. Emily andaði lágt og hönd hennar flaug að munni hennar. Hún hafði grunað Adrienne framhjáhald, en hún hafði aldrei vitað dýpt svika hans, peningana, lygarnar,
svikin sem fóru út fyrir hjónaband þeirra og í viðskiptum. Rödd Adrien klikkaði þegar hann reyndi að jafna sig. Þú skilur það ekki, Alex. Ég ætlaði að borga það tilbaka. Það var tímabundið. Bara lán. Lán. Alexander gelti og æðruleysi hans fór að verða stjórnsamur heift. Þú kallar að stela frá þínu eigin fyrirtæki láni. Þú hefur sett alla fjárfesta í hættu. Þú hefur stofnað fjölskyldu okkar í hættu. Andlit Vanessu var litað. Hún horfði á Adrien stórum, panikkuðum augum. Þú sagðir mér að þetta væru peningarnir þínir. Þú sagðir mér. Þegiðu. Hvæsti Adrien og greip í handlegg hennar. En hún togaði það í burtu, rödd hennar hækkaði í örvæntingu. Þú laugst að mér. Þú lést mig trúa því að þú væri við stjórn, að þú gætir gefið mér allt. Og allan þennan tíma varstu að stela. Skýr rödd hennar bergmálaði í gegnum klefan og innsiglaði örlög Adrien. Augnaráð Alexanders skarst á milli þeirra, kalt og endanlegt. Þetta er það sem gerist þegar hroki kemur í stað ábyrgðar. Þegar losta kemur í stað hollustu. Þú hefur byggt húsið þitt á lygum, Adrien. Og í kvöld skellti hann í möppuna, tón hans hljómaði af dómgreind, það hrínur. Skálinn var algerlega hljóður. Adrien sökk aftur í stólinn sinn, sigraður, en enn sándi, stolt hans klóraði yfir hvaða sóma sem hann hafði skilið eftir. Vanessa sat stíf við hlið hans, einu sinni sjálfumglaður svip hennar skipt út fyrir ótta. Brjóst Emily hækkaði og féll í hröðum andardrætti. Henni fannst eins og hún væri að horfa á líf sitt leysast upp fyrir augum sér. En einu sinni var það ekki hún sem var rifin í sundur. Gríma Adrien hafði runnið og heimurinn sá hann loksins fyrir það sem hann var. Augu hennar leituðu til Alexanders. Þakklæti, rugl og lotning rákust saman í brjósti hennar. Hann hafði eyðilagt framhlið Adrien með nákvæmni í skurðagerð og með því hafði hann gefið henni eitthvað sem hún hélt að hún hefði mistað eilífu. Möguleikinn á réttlæti. Alexander rétti úr sér og horfði niður á bróður sinn í síðasta sinn. Þegar við lendum mun stjórnin heyra af þessu. Þú munt svara fyrir hvert dollara, hverja lygi, hverja niðurlægingu sem þú hefur valdið, og Emily, hann sneri sér að henni, tón hans mildaðist. Hún á betra skilið. Hún mun verða betri. Varir Emily slitnuðu og hálsinn herðist. Hún vildi þakka honum, segja honum hvað orð hans þýddu, en hnúðurinn í brjósti hennar var of þungur. Í staðinn rann eitt hár niður kinn hennar og glitraði í daufu klefaljósinu. Og þó að Adrien hafi setið aðeins nokkra metra í burtu, í fyrsta skipti, leið Emily ekki lengur eins og fangi hans. Henni fannst hún vera frjáls. Það sem hún vissi ekki var að frelsi kostar sitt og baráttan var aðeins að hefjast. Þotan snerist í gegnum næturhiminin, en inni var heimurinn að renna upp fyrir Adrien Carter. Hann sat stífur í sæti sínu, kjálki kreftur, svitinn perlaði við musterið. Örugga brosið sem hafði borið hann í gegnum margra ára blekkingar var horfið, svift af köldu nákvæmni Alexanders. Emily sat á móti honum, enn hrist, hönd hennar hvíldi verndandi yfir maganum. Líkami hennar skalf af minningunni árás Vanessu, en augu hennar, rauð og þrútin af tárum, héldust fast á Adrien. Hún hafði einu sinni elskað hann. Hún hafði borið byrðar hans, trúað loforðum hans, dreymt framtíð þeirra saman. En núna, þegar hún starði á mannin á undan henni, áttaði hún sig á því að hann var ókunnugur, á meðan var Vanessa að leysast upp á sinn hátt. Gallalaust ytra byrði hennar klikkaði, skelfing breiddist út yfir málaða eiginleika hennar. Hún hafði byggt sjálfstraust sitt á sjarma Adriens, hvíslaðum loforðum hans, dýrum gjöfum. En með opinberun Alexanders höfðu þessar gjafir orðið að ösku. Þeir voru ekki tákn ást. Þetta voru stolnir gripir sem fjármagnaðir voru með blekkingum. Ég get útskýrt, muldraði Adrien, rödd hans skjálfandi en samt hrokafull. Augu hans runnu í átt að fjárfestunum, eins og hann væri að biðja samúð. Þetta er farið úr skorðum. Þetta er ekki eins og það lítur út. Svipur Alexanders harðnaði. Ekki móðga okkur frekar. Við höfum séð heimildirnar. Við höfum séð svikin. Spurningin er núna, hvað hefurðu annars verið að fela? Fjárfestarnir halluðu sér fram, augu þeirra hvöss. Þetta voru menn sem þrífðust á upplýsingum, sem lyktuðu veikleika eins og úlfa sem hringsóluðu bráð og Adrien blæddi. Adrien strauk hendinni í gegnum hárið á sér og æðruleysi hans sprakk. Sjáðu, ég þurfti peningana. Ég ætlaði að borga þá tilbaka þegar nýju tilboðin lokuðust. Vanessa, hún þurfti stuðning. Hann benti veikilega til hennar. Höfuðið á Vanessu sleit í áttina að honum, augun leiftra. Stuðningur, hvæsti hún. Þú sagðir mér að þetta væru peningarnir þínir. Þú sagðir mér að þú hefðir allt undir stjórn. Ég skráði mig ekki til að vera dregin inn í eitthvað hneykslismál sem gæti eyðilagt mig.
Adrian greip úlnlið hennar, rödd hans hvöss. Haltu munninum þínum. Hún reif höndina lausa, rödd hennar hækkaði af reiði og ótta. Nei, Adrian, ég geri það ekki. Þú laugst að mér. Þú lést mig trúa því að ég væri öruggur hjá þér. Og hvað núna? Ég verð líka eyðilagður. Heldurðu að ég fari með þér niður? Orð hennar snerust í gegnum skálan, hrá og örvæntingarfull. Fjárfestarnir skiptust á útliti, sumir nánast brosandi yfir hruninu sem átti sér stað á undan þeim. Alexander stóð hljóður og lét ringulreiðina afhjúpa meira en hann nokkur tíma gat með orðum. Hjarta Emily sló. Hver játning var eins og steinn sem féll í brjóst hennar. Hún hafði þolað grimmd hans, vanrækslu og svik. En að heyra það talað upphátt, heyra Vanessu viðurkenna lygarnar, þá var ekki lengur hægt að neita sannleikanum. Þú sagðir mér, hélt Vanessa áfram, rödd hennar skalf, að bróðir þinn væri afbrýðisamur út í þig, að þú væri raunverulegur heili fjölskyldunar, að bráðum myndirðu hafa meira en hann. Þú sagðir að ég yrði við hlið þér þegar þetta gerðist. Var það líka lygi? Andlit Adrian beygði sig af reiði. Ekki snúa þessu út, Vanessa. Ég gaf þér allt. Þú gafst mér ekkert nema lánaðan lúxus. Hún svaraði, þú lofaðir mér krafti, stöðugleika. Í staðinn gafstu mér brot sem greitt var fyrir með stolnum peningum. Veistu hvað gerist konur sem eru bundnar við hneykslismál eins og þessa? Okkur hent gleymt. Ég mun ekki láta þig draga mig niður. Orð hennar hljómuðu af örvæntingu, en undir skelfingunni var sannleikur. Vanessa lifði af og gat séð skip Adrian sökkva. Alexander steig loks fram, röddin eins og stál. Sjáðu til, Adrian, jafnvel hún sér hvað þú ert orðin. Þú notaðir hana alveg eins og þú hefur notað alla aðra. Emily, þessi fjölskylda, nafnið okkar, jafnvel fólkið sem treysti þér fyrir fjárfestingum sínum. Og nú gríman horfin. Andardráttur Adrian var illa farin, augu hans fóru á milli Vanessu, Emily og bróður hans. Þið getið ekki gert mér þetta. Þið getið ekki allir snúist gegn mér. Varir Emily skildu, rödd hennar rauf þögnina. Þetta var í fyrsta skipti sem hún talaði eftir líkamsárásinni. Þú hefur þegar gert þetta við sjálfan þig, Adrian. Orð hennar voru mjúk, skjálfandi, en þau báru þyngra en nokkur ásökun. Allur káetinn þagnaði og hlustaði. Augu Emily ljómuðu af tárum, en rödd hennar var sterkari. Ég bað þig að elska mig. Ég grátbað þig að sjá mig, að sjá barnið okkar, en þér var alveg sama. Þú valdir hana. Þú valdir stolt þitt. Og nú veit allur heimurinn hvað þú ert. Adrian hrökk við eins og hann væri sleginn. Eitt augnablik leit hann út fyrir að vera mannlegur, reymdur, niðurbrotinn. En glampi varnarleysis hvarf fljótt, reiði kom í staðinn. Heldurðu að þú sért betri en ég, Emily? Heldurðu að einhver trúi þér án mín? Þú ert ekkert án þessa ættarnafns. Rödd Alexanders skarst eins og svipa. Þú hefur rangt fyrir þér, Adrian. Hún allt sem þessi fjölskylda ætti að standa fyrir. Hollusta, reisn, seiglu, og þú ert sá sem hefur ekkert. Hlátur Vanessu var skarpur, bitur. Það rétt hjá honum. Þú ert búinn, Adrian. Og ég ætla ekki að fara með þér. Ég mun finna einhvert sem getur í raun staðið við loforð hans. Adrian starði vantrúaður á hana og svikinn blasti við honum. Þú ert að fara frá mér. Vanessa yppti öxlum, rödd hennar drýpur af fyrirlitningu. Þú hefur ekkert eftir að bjóða. Af hverju ætti ég að vera áfram? Orðin héngu á lofti eins og lokadómur. Adrian, maðurinn sem einu sinni hafði strokið af hroka, sat nú molnandi í sætinu sínu. Húsfreyja hans hafði snúið sér að honum. Konan hans hafði talað gegn honum. Bróðir hans hafði eyðilagt framhlið hans. Emily andaði skjálfandi frá sér og tár rann niður kinn hennar. Svo lengi, máttlaus, rattlaus. En í kvöld hafði svik Adrian verið dregin inn í ljósið svo allir gætu séð. Og í því ljósi fann hún eitthvað hrærast innra með sér. Styrk sem hún taldi sig hafa mist. Alexander rétti úr sér, rödd hans endanleg. Þegar við lendum mun þetta ganga lengra. Stjórnin mun heyra það. Pressan mun heyra og Adrian, fall þitt verður opinbert. Axlar Adrian lækkuðu, höfuðið hékk lágt. Hann hafði byggt heim sinn á lygum. Og nú var þessi heimur að hrynja í kringum hann. Emily lokaði augunum, hönd hennar þrýst að maganum. Í fyrsta skipti í marga mánuði hvíslaði hún að barninu sínu, við munum vera í lagi. Og þó að hjarta hennar hafi enn verkað, trúði hún því. En það sem hún áttaði sig ekki á var að þessi útsetning var aðeins fyrsta skrefið. Vegna þess að hinn raunverulega barátta fyrir reisn hennar átti enn eftir. Þotan raulaði jafnt og þétt þegar hún skarst í gegnum dimma næturhiminin. En fyrir Emily var heimurinn þagnaður. Hrópið, ásakanirnar, skelfileg svik Vanessu,
skelfingarfullar varnir Adrienne, allt þokaði þetta í fjarlægt bergmál. Hún sat lúin við leðursætið, skjálfandi hendur hennar þrýst verndandi yfir magan. Líkami hennar verkjaði, ekki bara vegna ofsafengins togs í hárið, heldur vegna þyngdar alls sem hafði verið rifið upp. Hún hafði reynt að halda sér saman, þola niðurlæginguna hljóðlega eins og hún hefur alltaf gert. En núna, þegar sannleikurinn var afhjúpaður, með grímu Adrienne í sundur, fannst henni eins og gólfið hefði verið dregið undan fótum hennar. Brjóst hennar lyftist þegar tárin runnu frjálslega, óstöðvandi núna. Henni var alveg sama hver sá. Ekki fjárfestarnir, ekki Vanessa, ekki einu sinni Adrienne. Sársaukin var of mikill til að fela hann. Hún sneri andliti sínu í átt að sporuskjulaga glugganum, þar sem stjörnurnar blikkuðu kaldar og fjarlægar á móti hinu endalausa svarti. Hún hvíslaði svo dauflega að aðeins barnið hennar heyrði, fyrirgefðu. Mér þykir það leitt að þú þurfir að finna fyrir þessu öllu með mér. Minningarnar streymdu yfir hana eins og stífla að brotna. Hún sá sjálfa sig 22 ára, vongóðu stúlkuna sem hafði orðið ástfangin af sjarma Adrienne. Hann hafði sópað hana af sér með stórkostlegum látbragði og loforðum eilífð. Hún myndist þess hvernig hjarta hennar hafði hlaupið þegar hann tók fyrst í hönd hennar á veisluhátíðinni, þar sem þau hittust og hvíslaði, þú ert öðruvísi. Þú ert sá sem ég hef beðið eftir. Hún mundi eftir brúðkaupinu, glæsilegum, glitrandi, sögubókardraumi. Foreldrar hennar höfðu grátið gleðitár í þeirri trú að hún væri að giftast til öryggis og kærleika. Hún hafði líka trúað því. Hún hafði gengið niður ganginn með von í brjósti og stjörnur í augum og hafði aldrei ímyndað sér að þessar stjörnur myndu einn daginn verða að ösku. Hún mundi eftir fórnunum, hvernig hún hafði gefið upp feril sinn til að styðja hans, hvernig hún hafði skipt eigin draumum út fyrir metnað hans. Hún hafði trúað á hann þegar engin annar gerði það, hafði staðið með honum þegar fjárfestar hlógu af fyrstu mistökum hans. Hún hafði verið akkeri hans, trúnaðarmaður hans, mest trúaða hans, og þetta voru launin hennar að sitja niðurlægð á þotu á meðan hann flaggaði annarri konu. Grátur hennar dýkkaði, líkaminn krullaðist fram, kviðurinn þrýsti fast að lærunum þegar hún faðmaði sjálfa sig, ruggaði varlega eins og hún væri að reyna að róa sitt eigið brotna hjarta. Barnið sparkaði og það gerði verkin aðeins skarpari. Þú átt skilið betri föður, hvíslaði hún í gegnum tárin. Þú átt betra skilið en þetta. Skálinn var rólegri núna. Fjárfestarnir skiptust á órólegum augum, óþægilegir við þann hráa sársauka sem blasti við þeim. Vanessa sat stíf, varir hennar þrýstar, sjálfstraust hennar brotnaði. Adrienne sat neyður, sándi hljóður, augun beittu sér í gólfið. Aðeins Alexander fylgdist grannt með Emily, kjálkinn þéttur, nefana kreftu við hliðar hans. Emily, sagði hann lágt, rödd hans stöðug en ekki köld. Þú þarft ekki að bera þessa þyngd einn lengur. Hún hristi höfuðið og gat ekki hitt augu hans. En ég gerði það nú þegar. Í mörg ár gaf ég honum allt sem ég átti. Og nú ekkert eftir af mér. Rödd hennar sprakk, orðin runnu út eins og glerbrót. Veistu hvernig það að vera ósýnilegur? Að búa í húsi fullt af gulli og marmara, en líða eins og draugur. Að horfa á mannin sem þú elskar líta á þig, eins og þú sért byrði í stað maka hans. Tár hennar óskýrðu sjón hennar, rödd hennar skalf af angist. Ég bað hann að sjá mig, elska mig, og allt sem ég fékk var þögn, eða það sem verra grimmd. Játning hennar skarst í klefan. Þetta var ekki bara sársauki. Það var hljóð margra ára þjáningar sem loksins losnuðu. Fjárfestar færðu sig óþægilega til og sumir horfðu niður. Jafnvel Vanessa leit undan, þrátt fyrir allan hrokan. Adrienne talaði loksins, tón hans skarpur, varnarsamur. Heldurðu að þú sért eitthvað fórnarlam? Þú áttir allt. Húsið, peningana, nafnið. Veistu hversu margar konur myndu drepa til að eignast það sem þú áttir? Höfuðið á Emily sleit í áttina að honum, andlitið var tárvott, en augun loguðu af reiði. Ekkert af því skipti máli án ástarinnar, Adrienne. Ekkert af því. Hvað gagn höfðingjasetur ef það líður eins og fangelsi? Hvaða gagn eru peningar ef þeim fylgir svik? Þú braut mig. Þú braut okkur. Rödd hennar klikkaði við síðasta orðið og hún féll aftur á bak við sætið, grátarnir komu aftur með hefnd. Hendur Alexanders hertu sig saman á borðbrúninni, andlit hans var gríma bundins reiði. Hann vildi öskra á bróður sinn, draga hann yfir gólfið og neyða hann til að horfa á konuna sem hann hafði eyðilagt. En hann vissi að þetta var ekki hans augnablik. Það var Emily, og loksins var hún að láta sannleikan í ljós. Hugur hennar snerist aftur til einmanna næturnar í þakíbúðinni þeirra þegar Adrienne kom aldrei heim, til daufs ilmvassins sem var á skyrtunum hans, varalitablettana sem hún reyndi að láta eins og hún sæi ekki, til endalausrar biðarinnar, afsakana,
gasljósins sem fekk hana til að efast eigin geðheilsu. Hún mundi eftir því að hún stóð í leikskólanum eitt kvöldið og starði á pínulitlu barnarúmið sem hún hafði skreytt ein. Hún hafði hvíslað að ófæddu barni sínu, kannski kemur hann þegar þú ert hér. Kannski muntu minna hann á ást. En þetta kvöld hafði sannað annað. Rödd hennar brast aftur þegar hún hvíslaði inn í þögnina í klefanum. Ég veit ekki hversu mikið meira ég get tekið. Barnið sparkaði aftur, sterkara í þetta skiptið, eins og það væri að svara henni. Emily þrýsti báðum höndum yfir magann og tárin runnu niður höku hennar. Ég verð að vera sterk fyrir þig, en ég veit ekki hvort ég get það. Eitt augnablik var eina hljóðið grátur hennar og stöðugt suð vélana. Svo, hægt og rólega, hreyfði Alexander sig. Hann fór yfir ganginn og lækkaði sig niður á hæð hennar. Rödd hans var lág, stöðug, aðeins ætluð henni. Þú getur það, sagði hann. Þú ert sterkari en þú heldur, og þú ert ekki einn lengur. Emily leit upp til hans, tárótt andlit hennar fyllt efa. En hvað ef ég er það? Hvað ef, þegar þessi flugvél lendir, hef ég hvergi að fara? Augnaráð Alexanders kvikaði ekki. Þá kemurðu til mín. Þú munt hafa vernd. Þú munt hafa stað. Þú munt fá tækifæri til að byggja upp aftur. Varir hennar titruðu, ný tár streymdu niður. Af hverju? Af hverju myndirðu hjálpa mér? Augu hans milduðust, en röddin var stöðug. Vegna þess að þú átt það skilið, og vegna þess að bróðir minn verður ekki endirinn á sögu þinni. Emily starði á hann og hjarta hennar sló. Orð hans vafðust hana eins og björgunarlína sem kastað var í stormsjó. Og þó að líkami hennar nötraði enn, þótt sorgin væri enn hrá, þá færðist eitthvað innra með henni. Það var lítið, viðkvæmt, en óumdeilt. Neisti. Í fyrsta skipti í langan tíma velti hún því fyrir sér hvort kannski, bara kannski, væri sögu hennar ekki lokið. En þegar leið á nóttina og þotan flýtti sér nær áfangastað vissi hún ekki enn að hrun hennar í kvöld myndi verða grunnurinn að mesta uppgangi hennar. Farþegarými þotunar fannst þungt, fyllt af þungum óútheltra tára og rústum hjónabands. Emily hallaði sér aftur á bak við sæti sitt, tæmd af niðurbroti sínu. Augu hennar voru bólgin, röddin hrá, en hendur hennar fóru aldrei frá kviðnum. Hún hvíslaði að barninu sínu eins og pínulítið líf innra með henni væri eina akkerið sem hélt henni á floti. Andspænis henni þagnaði Adrian í bituru þögn, stolt hans í mólum. Húsfreyja hans hafði snúist gegn honum. Bróðir hans hafði niðurlægt hann og eiginkona hans, sem áður var þögul og undirgefin eiginkona hans, hafði loksins talað af krafti sem skari gegnum hroka hans. Hann gat ekki stjórnað frásögninni lengur og það hræddi hann. En Alexander Carter var ekki búinn. Hann stóð í miðju klefans, breiðar axlir í ferhyrningi, stjórnandi nærvera hans krafðist athygli. Þegar hann talaði var rödd hans mæld, stöðug, en hvert orð bar þunga hamar sem féll. Emily, sagði hann og sneri augum sínum að henni. Það er eitthvað sem þú þarft að vita, eitthvað sem ég hefði átt að segja þér fyrir löngu. Augabrúnir hennar tróðust. Hún horfði ruglingslega á hann, varir hennar skildu. Hvað meinarðu? Adrian hló og reyndi að ná smá stjór. Ekki hlusta á hann, Emily. Hann er bara að reyna að snúa þér gegn mér. Hann hefur alltaf öfundað mig, alltaf reynt að stela því sem er mitt. Augnaráð Alexanders lokaði honum samstundis. Þú stalst frá sjálfum þér, Adrian, og þú hefur mist allt út af því. En Emily, hann mildaði tóninn þegar hann sneri aftur augnaráði sínu til hennar, þú hefur haft meiri kraft en þú gerir þér grein fyrir allan tíman. Emily blikkaði og hristi höfuðið. Ég skil ekki. Alexander teygði sig aftur í skjalatöskuna og dró upp aðra möppu. Þessi bundin með gullinsigli. Hann lagði það á borðið á milli þeirra. Þetta er vilji föður, sagði hann, sá sem þér var aldrei sýndur. Skálinn varð algerlega hljóður. Andlit Adrians var litað, augu hans stækkuðu af hneykslu. Þú myndir ekki, hvæsti hann. Ég myndi gera það, svaraði Alexander kuldalega. Og ég er. Emily hikaði áður en hún teygði sig fram með skjálfandi höndum. Hún opnaði möppuna, augun skanuðu glæsilega handritið. Og svo sá hún það, hennar eigið nafn skrifað með svörtu bleki, rétt við hlið Alexanders. Andardráttur hennar greip. Hvað er þetta? Þetta er sannleikurinn, sagði Alexander ákveðinn. Þegar þú giftist Adrian uppferði faðir erfðaskrána. Hann leit á þig sem hluta af þessari fjölskyldu, ekki bara sem eiginkonu Adrian, heldur sem einhverja sem innihélt þau gildi sem hann vildi að nafnið Carter bæri áfram. Hollusta, heilindi, styrkur. Þú varst bætt við sem bótaþega, ekki Adrian. Þú. Hjarta Emily sló í brjósti hennar. Sjón hennar varð óskýr þegar hún las orðin aftur og aftur, ófærum að trúa þeim. Allan þennan tíma hafði hún haldið að hún væri máttlaus, byrði, eftiráhugsun.
En hér var það skriflegt. Hún var ekki neitt. Hún var erfingi heimsveldisins. Adrienne skaust upp úr sæti sínu, reiði sjóðandi upp úr. Lígar. Hún á það ekki skilið. Hún ekkert annað en góðgerðarmál. Vaðir hefði aldrei. Hann gerði það, hjó Alexander inn, rödd hans hvöss. Og innst inni, þú veist hvers vegna. Hann sá í gegnum þig, Adrienne. Hann vissi að þig skorti aga, karakter, styrk til að leiða, svo hann stóð vörð framtíð fjölskyldunar. Emily var hans val, ekki þú. Gápur runnu í gegnum fjárfestana. Vanessa starði stórum augum, kjálki hennar slakur. Jafnvel þjónarnir frusu, opinberunin sendi höggbylgjur í gegnum farþegarýmið. Emily þrýsti hendinni að brjósti sér og hjarta sló í gegn. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Alexander gekk nær og tón hans mildaðist. Þú þarft ekki að segja neitt, en þú þarft að skilja. Þú ert ekki vanmáttugur. Þú hefur aldrei verið það. Adrienne reyndi að svipta þig reisn þinni, en hann getur ekki tekið frá þér hver þú ert. Og nú hefur þú lagalegan rétt til að vernda þig og barnið þitt. Varir hennar titruðu þegar fersk tár fylltu augu hennar. Ekki tár af örvæntingu að þessu sinni, heldur vantrú, yfirþyrmandi létti. Svo lengi hafði hún lifað í skugganum, sannfærð að hún hefði enga rödd, engan styrk. Og nú, skyndilega, lýsti sannleikurinn upp allt. Rödd Adrienne sprakk af örvæntingu. Emily, hlustaðu á mig. Ekki láta hann snúa þessu. Þú ert konan mín. Við eigum að vera lið. Þú getur ekki hliðrað honum. Þú getur ekki eyðilagt mig. Emily sneri sér hægt að honum, tárin falla enn. En þegar hún talaði, bar rödd hennar hljóðlátan styrk sem kom jafnvel henni sjálfri á óvart. Þú eyðilagðir sjálfan þig, Adrienne, og þú eyðilagðir okkur. Ég grátbað þig ást, virðingu og þú gafst mér svik. Þú færð ekki að biðja hollustu núna. Orð hennar slóu harðar en nokkurt högg. Adrienne staulaðist tilbaka, andlit hans molnaði. Í fyrsta skipti leit hann út fyrir að vera lítill, veikburða, ósigur. Vanessa hallaði sér fram og bros hennar kom aftur í snúinni mynd. Ef svo, hún hefur peningana, kraftin. Það lítur út fyrir að þú sért búin, Adrienne. Hún hló grimt en hljóðið hringdi holur. Jafnvel hún virtist skelfingu lostin yfir opinberuninni. Emily Unsayana. Í fyrsta skipti var hún ekki að horfa á Vanessu. Hún horfði ekki á Adrienne. Hún var að horfa á sjálfa sig. Fyrir styrkin sem hún hafði gleymt, á seiglugrafin undir margra ára sársauka. Hönd hennar hvíldi þétt á maganum þegar hún hvíslaði, það verður allt í lagi með okkur. Mamma ekki veik lengur. Alexander hallaði höfðinu örlítið, sjaldgæf mýkt flökti í augum hans. Þetta sannleikurinn sem faðir sá í þér, og nú mun heimurinn sjá það líka. Emily lokaði möppunni, fingurnir titruðu en ákveðin. Hún horfði á Adrienne í síðasta sinn, rödd hennar róleg en endanleg. Þegar þessi flugvél lendir, þá sæki ég skilnað. Og í þetta skiptið muntu ekki taka neitt frá mér. Ekki barnið mitt, ekki reisn mín, ekki framtíð mín. Adrienne sökk aftur í stólinn, axlir hans hrundu saman undir þunga ósigursins. Hinn volduga framhlið sem hann hafði byggt í mörg ár var horfin. Og í hans stað var ekkert nema niðurbrotin maður. Þotan raulaði áfram en inni í farþegarýminu fyllti ný orka loftið. Emily var ekki bara að lifa af lengur. Hún var farin að rísa. Og enginn, ekki Adrienne, ekki Vanessa, ekki einu sinni hennar eigin hræðsla, gat stöðvað það sem var í vændum. Öskur hreyfla þotunar mildaðist að lokum í þögn þegar flugvélin lenti í París. En inni í hjarta Emily Carter var nýr eldur farin að öskra, hærra en nokkur vél. Hún steig upp á malbyggið með skjálfandi fætur, líka með hennar bar enn þunga niðurlægingar, svika og ástasorg, en líka eitthvað annað. Ákveðni. Í fyrsta skipti frá brúðkaupsdegi hennar hélt hún sig ekki lengur við skugga Adrienne. Henni fannst hún ekki lengur vera hlekkjuð við val hans eða grimmd. Afhjúpun hennar á stað hennar í Carter-erfðaskráni hafði opnað dyr sem hún vissi aldrei að væru til. Og í gegnum það sá hún útgáfu af sjálfri sér sem hún hafði næstum gleymt. Kona sem gat staðið hátt, sem gat barist á móti, sem gat ekki aðeins vernda sjálfa sig heldur barnið sitt. Alexander var nálægt en gaf henni plás. Hann sveimaði ekki, þrengdi hana ekki. Þess í stað bauð hann hljóðláta leiðsögn. Á morgun muntu hitta lögfræðinga fjölskyldunar í París, útskýrði hann þegar bílalest þeirra af svörtum bílum lagði af stað frá flugvellinum. Þeir munu staðfesta allt sem ég sýndi þér á þotunni. Þú munt sjá sjálfur að krafturinn þinn núna, en Emily, krafturinn þýðir ekkert nema þú notir hann. Hún kinkaði kolli, hendurnar hvíldu á maganum. Ég veit ekki hvort ég tilbúin, skart augnaráð Alexander smildaðist. Þú varst ekki tilbúin fyrir svik heldur, en þú lifðir það af,
og nú munt þú gera meira en að lifa af. Þú munt rísa upp. Orðin ómuðu í huga hennar löngu eftir að þau komu á hótelið, 5 stjörnu minnisvarða úr gleri og marmara, svona staður þar sem milljarðamæringar stunduðu hljóðlát stríð fyrir luktum dyrum. Emily fylgdi starfsmanni að svítunni sinni, en þegar hún opnaði gylltu hurðirnar, fraus hún. Herbergið var ekki bara lúxus, það var undirbúið. Á annarri hliðinni hékk röð af hönnuðum kjólum í tónum af krafti, djúbrauður, smaragrænir, miðnætusvartir. Á hégóma ljómaði vandlega raðað förðun og skartgripir undir ljósunum. Og við hliðina á rúminu, miði í hendi Alexanders, þú ert sterkari en þú veist. Notaðu það. Sýndu það. Hné hennar svignuðu og hún sökk niður í rúmið og tár ógnuðu að leka. Enginn hafði áður gefið henni verkfæri til að rísa upp. Í mörg ár hafði henni verið sagt að skreppa, lúta í lægra haldi, þegja. Og nú, hér var sönnun þess að einhver trúði á möguleika hennar. Nóttina svaf Emily varla. Draumar hennar voru eirðalausir, fullir af bergmáli af grimmd Adrian, hlátri Vanessu og stöðugri rödd Alexanders. Í dögun reis hún upp með ákvörðun. Hún myndi ekki lengur vera konan sem felur sig í horninu og þrýsti þegjandi magann. Hún myndi verða einhver sem barnið hennar gæti litið upp til. Umbreytingin hófst hægt. Fyrsta skrefið var líkamlegt. Hún stóð fyrir framan spegilinn og starði á ljósa spegilmynd sína. Hár hennar var flætt, húðin flekkótt af gráti. Hún virtist niðurbrotin, en þegar hún lét stílistan sem Alexander hafði skipulagt stíga inn, breyttist eitthvað. Klukkutímar liðu í þoku af krulljárnum, burstum og púðri. Þegar því var lokið, þekkti Emily varla sjálfa sig. Hárið fossaði í mjúkum bylgjum og ramma inn andlit hennar með glæsileika. Augu hennar ljómuðu, ekki lengur deyfð af sársauka, heldur skert af ásetningi. Bólgan í kringum kinnar hennar hafði dofnað, í staðinn kom ljómi sem talaði ekki auð heldur seiglu. Annað skrefið var fatnaður. Hún smeygði sér í dökkgrænan slopp sem faðmaði sveigjur hennar mátulega en kröftuglega, efnið flæddi eins og styrkurinn sjálfur. Hálsinn festi hún einfaldan en sláandi demansengiskraut, gjöfina frá kartereigninni sem hún hafði einu sinni lagt í skömm, í þeirri trú að hún ætti hana ekki skilið. Nú hvíldi það á hjarta hennar eins og brynja. Þriðja skrefið var innra. Hún stóð aftur fyrir framan spegilinn, hendurnar hvíldu á maganum. Við erum ekki veik lengur, hvíslaði hún að ófæddu barni sínu. Við erum ekki fórnarlömb hans. Við erum eftirlifendur, bardagamenn og á morgun sínum við heiminum. Þegar hún steig út úr svítunni kvöldið, þaði jafnvel Alexander stund. Vandlega samsett svip hans mildaðist í eitthvað næstum eins og lotning. Sjáðu til, byrjaði hann og stoppaði síðan sjálfur. Þess í stað kinkaði hann einfaldlega kolli. Þú lítur út fyrir að vera tilbúin. Emily brosti dauflega, blanda af taugum og ákveðni í brjósti hennar. Mér finnst ég ekki vera tilbúin, en kannski það málið. Ég hef beðið eftir að Adrian gæfi mér styrk. Nú sé ég að ég hafði það allan tíman. Þau eyddu kvöldinu í undirbúningi. Alexander þjálfaði hana í því sem koma skildi, galahaldinn af einum af nánustu viðskiptafélögum Carter fjölskyldunar, þar sem búist var við að Adrian myndi birtast og snúa fall hans sem slúður. Emily mætti ekki sem þögul eiginkona, heldur sem konan með viljan, sannleikan og styrkin til að brjóta niður lygar hans. Hún æfði sig í að standa hátt, tala skýrt og horfa beint í augu þeirra sem efuðust hana. Í hvert sinn sem hún hrasaði myndi Alexander hana á, ekki hugsa Adrian. Hugsaðu barnið þitt. Að vernda barnið þitt að vernda sjálfan þig. Miðnætti hrundi Emily niður í rúm, örmagna. En að þessu sinni hafði þreyta hennar tilgang. Hún dreymdi ekki svik, heldur að standa í ljósinu, óhrædd. Morguninn eftir vaknaði hún með rólegri skýrleika. Óttinn var enn til staðar, óttinn við reiði Adrian, ótti við opinber hvísl, ótti við að hrasa frammi fyrir voldugumönnum og konum sem myndu dæma hana. En undir þessum ótta var stál sem hún hafði ekki fundið áður. Hún klæddi sig af ásettu ráði og valdi kjól úr djúpum rauðum til að lifa af, rauður fyrir kraft, rauður fyrir blóðið sem hún hafði úthellt í þögn, nú breytt í styrk. Hælar hennar smeltust við marmaragólfið þegar hún gekk, hvert skref hærra, öruggara. Alexander mætti henni við innganginn og bauð fram handlegginn. Í kvöld, sagði hann, þau munu allir sjá sannleikan. Ekki bara Adrian, heldur þig. Emily lagði höndina á handlegginn á honum og stöðvaði sig. Þá skulum við ganga úr skugga að þeir gleymi því aldrei. Bílalestin flutti þá á hátíðina, þar sem ljósakrónur ljómuðu og myndavélar blikkuðu. Leið og Emily steig inn í stóra salinn, hvíslaði yfir mannfjöldan. Fólk bjóst við að hún kæmi niðurbrotin, niðurlægð, ósýnileg. Þess í stað sáu þeir konu umbreytta, sterka, geislandi, óbeygða.
Adrien, sem þegar var inni með Vanessa loðandi við hlið hans, fraus í miðjum hlátri þegar hann kom auga á hana. Brosið hans hvarf, glasið rann næstum úr hendi hans. Í fyrsta skipti leit hann út eins og sá sem tilheyrði ekki. Emily mætti augnaráði hans, óbilandi. Hún gekk áfram, hvert skref mæld, hver andardráttur stöðugur. Hún var ekki skuggi hans lengur. Hún var ekki fórnarlamb hans. Hún var stormurinn sem kom til að krefjast réttlætis. Og þegar fólkið sneri sér að því að horfa á, var sviðið sett fyrir almenning sem Adrien Carter hafði óttast allan tíman. Stóri salurinn glitraði af ljósakrónum, dómkirkju auðs og áhrifa, þar sem orðspor var til eða brotnaði á einni nóttu. Galaháttíðin átti að vera tækifæri Adrien Carter til að jafna sig, heilla fjárfesta og vísa á bugkvíslinu sem var byrjað að þyrlast í kringum hann. En þegar Emily steig inn í herbergið, glóandi í rauðu, hökuna háa, skrefin stöðug, varð nóttin allt annað. Hvert höfuð snerist, hvert kvísl skert. Fólk hafði búist við brotinni konu í felum fyrir niðurlægingu. Þess í stað sáu þeir kraft sveipað náð, sársauka umbreytt í styrk. Alexander gekk við hlið hennar eins og skuggi úr stáli, nærvera hans hljóðlát en skipandi. En það var Emily sem dró augun, sem hélt herberginu á þann hátt sem Adrien hafði aldrei gert. Glas Adrien skalf í hendi hans þegar hann horfði á hana fara yfir ganginn. Vanessa hélt fast við handlegginn á honum, neglurnar grófust í ermi hans, þvingað bros hennar sveik óróleika. Hann reyndi að ná ró sinni og hækkaði rödd sína með fölsku bravúr. Jæja, sjáðu hver ákvað að mæta. Emily, þú ert full af óvart. Emily stoppaði nokkra metra frá, augu hennar festust við hans, rödd hennar, róleg og skýr, barst yfir herbergið. Það er rétt hjá þér, Adrien. Ég er fullur af óvart, en í kvöld verður þú sá sem kemur á óvart. Mannfjöldinn muldraði. Alexander steig aðeins til hliðar og gaf henni sviðið. Í mörg ár hafði hún verið hinn þögla eiginkona, en kvöldið var hennar. Emily lyfti möppu úr kúplingu sinni, sama möppu sem Alexander hafði sýnt henni á þotunni. Hún hélt því uppi, rödd hennar stöðug. Þetta er nafnið mitt í Carter erfðaskráni. Það sem faðir þinn uppferði þegar við giftum okkur. Hann trúði á hollustu, á reisn, á styrk. Og hann fól mér framtíð þessara fjölskyldu, ekki þér. Andköf runnu salin. Myndavélar blikkuðu. Fjárfestar halluðu sér fram, hungraðir í sjónarspilið. Andlit Adrien varð rautt, bros hans féll saman. Þetta er lygi, hrópaði hann og rödd hans klikkaði. Hún er ekkert án mín. Emily gekk nær, hælarnir smeltust eins og dómarasöngur. Ekkert án þín. Augu hennar ljómuðu af stjórnsamri reiði. Ég gaf allt upp fyrir þig. Feril minn, drauma mína, reisn mína og í staðinn svikaðir þú mér. Þú hlóst á meðan húsfreyja þín togaði í hárið á mér í flugvél fullri af fjárfestum. Þú stalst frá þínu eigin fyrirtæki til að fjármagna mál þitt. Og þú þorir að standa hér og kalla mig ekki neitt. Herbergið þagnaði, augu allra horfðu á hana. Jafnvel Vanessa fraus, tak hennar handlegg Adrien losnaði. Rödd Alexanders heyrðist frá hliðinni, djúp og skipandi. Hún talar sannleikan. Skjölin eru staðfest. Stjórnin hefur þegar verið látin vita. Tími Adrien Carter er liðinn. Heimur Adrien hrundi fyrir mannfjöldanum. Fjárfestar skiptust á augum, svipriði þeirra urðu köld, reiknandi. Þeir voru ekki að horfa á leiðtoga lengur. Þeir voru að skoða ábyrgð. Vanessa, sem skynjaði breytinguna, gekk frá Adrien, rödd hennar hvöss. Þú sagðir mér að þú værir við stjórn. Þú sagðir mér að ekkert af þessu myndi snerta okkur. En þú ert búinn, Adrien. Ég mun ekki fara með þér niður. Hún hendi glasinu sínu á borðið, kampavínið helltist út eins og ónýtt loforð og hljóp í burtu undir glampi myndavéla. Adrien teygði sig örvæntingarfull. Vanessa þorði það ekki, en hún var farin og skildi hann eftir í friði. Hjarta Emily sló, en hún stóð hátt. Fólkið var ekki bara vitni að falli Adrien. Þeir voru að verða vitni að endurfæðingu hennar. Hún lyfti hökunni, rödd hennar var stöðug, þó augun fylltu tár. Í mörg ár leyfði ég mér að trúa því að ég væri veik, að ég yrði að þegja, að ég yrði að þola. En í kvöld stend ég hér til að minna allar konur í þessu herbergi á að þögn er ekki styrkur. Að þola grimmd er ekki tryggð og ást þýðir ekki að missa sjálfan sig. Salurinn braust út í lófaklappi, hvöss og þrumandi. Sumir klöppuðu varlega, aðrir ástríðufullir, en í sameiningu byggðu þeir upp stormur af velþóknun sem drekti hrútandi mótmælum Adriens. Hann hrasaði fram, rödd hans brotnaði. Þú munt sjá eftir þessu, Emily. Þú munt sjá eftir því að hafa snúist gegn mér. Alexander gekk inn, nærvera hans eins og veggur. Nei, Adrien. Eina eftirsjáin hér er þín. Þú áttir allt.
Trygg konu, framtíðarbarn, stað í þessari fjölskyldu og þú kastaðir þessu öllu. 2 stjórnarmenn komu að hlið Adrien. Einn talaði ákveðið. Þú ert búinn, Carter. Gildir strax. Hlutir þínir eru frystir. Sæti þitt í stjórninni er afturkallað. Öryggi mun fylgja þér út. Andlit Adrien beygðist af reiði og vantrú. Þú getur ekki gert þetta. Þetta er arfleif mín. En nei, sagði Emily lágt, rödd hennar bar meiri kraft en hrópin hans. Þetta var fangelsið þitt. Arfleif mín hefst í kvöld. Verðirnir tóku í handlegg hans og drógu hann í átt að útganginum. Myndavélar blikkuðu vilt og fanga hverja sekundu af sjónarspilinu. Adrien barðist, bölvaði, en það var gagnslaust. Fall hans var opinbert, grimmt og algjört. Þegar hurðirnar lokuðust á eftir honum hélst þögn í smá takt áður en hann vék fyrir lófaklappi einu sinni enn. Klapp fyrir Emily. Hún stóð kyrr, brjóst hennar lyftist og féll af tilfinningum. Tár runnu niður kinnar hennar, en þau voru ekki lengur tár niðurbrotinnar konu. Þau voru tár frelsis, sigurs, katarsis. Hún þrýsti hendi að kviðnum og hvíslaði í gegnum öskur mannfjöldans. Við erum frjáls, ástin mín. Við erum loksins frjáls. Alexander nálgaðist, rödd hans lág en stolt. Þú gerðir það. Þú lifðir ekki bara af. Þú sigraðir. Emily sneri sér að honum, varir hennar titruðu í dauft bros. Ég gerði það ekki einn. Eitt augnablik virtist salurinn dofna og aðeins 2 þeirra stóðu í sigurljóma. Emily var ekki barnaleg. Ferð hennar var ekki lokið. Það yrðu enn áskoranir, enn hvíslað, enn sára gróa, en í kvöld hafði hún sannað eitthvað fyrir sjálfri sér og heiminum. Hún var ekki lengur skilgreind af grimmd Adrien Carter. Hún var Emily Carter, sterkari, vitrari, óbrjótandi. Þegar klappið jókst hallaði Alexander sig nógu nærri til að hún heyrði. Faðir hafði rétt fyrir sér. Þú ert framtíð þessarar fjölskyldu og ég mun standa við hlið þér til að tryggja að enginn taki það frá þér aftur. Emily kinkaði kolli og tár hennar ljómuðu í ljósakrónuljósinu. Hún horfði út á andlitshafið, ekki lengur hrædd við dómgreind þeirra. Hún hafði staðið frammi fyrir svikum, niðurlægingu, örvæntingu og hún hafði risið upp. Nóttin hafði byrjað sem tækifæri Adrien til að leysa. Það endaði sem krýning Emily, og þegar myndavélarnar fanga hana standa háa í rauðum, hönd hennar á kviðnum, myndi heimurinn muna þessa nótt sem augnabliksins sem brotin eiginkona varð óstöðvandi. Svo, yndislegu vinir mínir, þannig lýkur þessari sögu. Ef þú ert enn hér með mér þangað til núna, þá þýðir það að eitthvað í ferð Emily snerti hjarta þitt líka. Lífið reynir okkur alltaf, en eins og Marcus Aurelius sagði, þú hefur vald yfir huga þínum, ekki utanaðkomandi atburðum. Gerðu þér grein fyrir þessu og þú munt finna styrk. Rétt eins og Emily getum við öll risið upp frá svikum, fundi lækningu og vernda reisn okkar. Ef þessi saga hreyfði þig, vinsamlegast líka við þetta myndband, deildu því með einhverjum sem gæti þurft von og ekki gleyma að gerast áskrifandi að rásinni okkar svo við getum haldið áfram að ganga í gegnum þessar kröftugri ferðir sama.